Þegar við erum að reikna dæmi með mörgum reikniaðgerðum, þá þurfum við að vita í hvað röð við erum að gera hlutina. Við skulum byrja á að skoða hérna dæmi. Hvort á ég að gera þetta á undan eða þetta? Ég var að skoða báðar leiðir. Hérna ætla ég að gera þetta fyrst, bara eins og ég lesi þetta, 7 sinnum 3 og það er 21. Hérna ætla ég að gera þetta á undan 6, 5 plus 6 er 11. Við fannst sitt gott svarið. Hvort er rétt? Þá þarf ég að skoða röð reikniaðgerða. Það sem ég á að gera er að skoða eru svigar. Nei. Eru veldi eða rætur? Nei. Er margföldun eða deiling? Já, heyrðu, það er margföldun hérna. Ég á að gera hana fyrst og svo að leggja saman eða draga frá. Hvor aðferðin er þá rétt? Jú, ég á að byrja hér, þannig að þessi aðferð er rétt. Þessi hér er röng. Ég á að gera þetta alltaf í þessari röð og frá vinstri til hægri. Hérna. Ég byrja á, og alltaf eins og ég les dæmin. Byrja alltaf hér. Er sví eða veldi? Nei. Þá finn ég margföldun eða deilingu. Það er hér. Út úr þessu kemur 20. Og svo ger ég bara mínusin því ég ætla ekki að eiga við hann strax. Hann er í síðustu. 6 plus 4. Það sem kemur út úr þessu kemur hingað. Það sem kemur út úr þessu kemur hingað. Það sem kemur út úr þessu kemur hingað. Þessi merki detta bara niður. En hvort á ég að mínusa hérna undan eða plúsa leggja þetta saman fyrst? Jú, ég verð að fara frá vinstri til hægri. Þannig ég á að gera þetta svona. Gera þetta fyrst og svo ger ég þetta. Það margborgar sig að skrifa þetta svona niður. Að reikna út einn hlut í einu og draga þetta hægt og rólega niður. Þetta er uppsetning sem við notum svo þegar við förum í miklu flóknari og stærri dæmi þegar við förum að reikna algebru.